að finna mismunandi áferðir og lögun og setja inn í svona lyktakassa sem myndast. Þannig þau eru að fara að búa til eitthvað svona listaverk. Þetta er svona blanda á náttúrufræði og listgreinar. Það má eiginlega segja það að við duttum eiginlega inn í þetta óvart út í skóla. Það var þannig að 2007 þá kom Páll Líndal að máli við sveitarstjórann sem var hérna þá og fór að segja honum frá þessari nýju hreyfingu, Tjittarslóð-hreyfingunni, og honum fannst Djúpivogur svona vera kjörinn í það að vera Tjittarslóð bær. Og þetta tók nú dálítið tíma og það var ekki fyrir 2013 að við náðum að uppfylla öll skilyrðin sem felast í því að vera Tjittarslóð-þorp. Og ég var skólastjóri í grunnskólanum og leikskólanum og áramótin 2015-16 þá kom oddvitinn að máli við mig og spurði hvort að við þyrftum ekki innleiða þetta líka í skólana. Og okkur fannst það náttúrulega alveg kjörið og settum í rauninni allt á fullt og við vissum í rauninni ekkert hvað við vorum að fara að gera. Við fluttum á Djúpivogur 2015, haustið, og þá var þetta Djúpivogur Tjittarslóð. En innleiðingin í grunnskólan hófst held ég eitthvað seinna, held ég einmitt haustið 2016 eða eitthvað. Af því að það var svona formlega fyrsta sem við gerðum, við fórum til Ítalíu þarna í janúar 2017. En þá sem sagt, það var fyrsta ferðin okkar til Orvieto og þá vorum við fyrst að kynnast einhverjum öðrum sem að voru í svipar stöðu. Að gera svipar hluti og vissum í rauninni ofsalega lítið. You are going to the primary school, the kindergarten, where you take part in a workshop, and then you have lunch in the kindergarten. Welcome to our school, where Italy and Iceland meet. Thanks to Tjittarslóð Erasmus Project. Við héldum að þetta væri rosalega svona, nú er að taka verið svona stíft innleiðingaferli og það væri bara Excel-skjal og svo krossað í einhverja reiti og svo væri við bara orðin Tjittarslóð skóli. Ég allavega komst að því og ég held einhverju fleiri. Við höfum verið að hugsa þetta svolítið rangt frá upphafi og ég var svo föst í því eins og ég var búin að segja við ykkur og við vorum búin að sitja með viðmiðin og haka í hvar við værum búin að, hvað við værum búin með, hvað við værum einhvers staðar áleiðis og hvað við ættum eftir. Þetta er vinna sem við þurfum ekki að fara í. Og það er vegna þess að þegar Djúpavogshreppur varð aðilega Tjittarslóðsins 2013 og þá sjálfkrafa urðu alla stofnanir sveitarfélagsins líka Tjittarslóð. Þannig að við erum búin að vera Tjittarslóð skóli síðan 2013. Við bara vissum það ekki. Þannig að ef ég ætti að segja í stuttumáli hvað Tjittarslóð er, þá er það að bæta lífsgæði fólks. Og það gerum við með því að ígrunda það sem við gerum. Ég myndi segja virðing, fjölbreytileiki, sjálfbærni.
Ég held að þessi 3 hugtök ná yfir rosalega margt. Og eins og með virðinguna þá snýst þetta að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Og fjölbreytileikinn það bara að fagna því að við erum öll einstök og það er engin einn betur en einhver annar og þá engin einhvern meiri rétt en einhver annar. Og sjálfbærnin náttúrulega bara gengur út á það eins og við öll vitum að við þurfum að huga því hvernig við hugum okkur til þess að næstu kynslóðar geti bara lifað á þessari jörð. Þannig að þetta allt svona grunngildi sem að mér finnst við verðum að fara að hafa í heiðri. Sitthærsla svona að við nýtum hlutina alveg bara þangað til maður getur ekki nýtt á lengur, skilur. Við fyrir vel með bæinn, við fyrir reglulega bara í tímum, skilur, ef það náttúrufræði tími eða íslensku tími, þá fyrir við bara og löpum og spjallum og tínum rusl. Við flokkum, við erum að selja nota hluti. Já, náttúrulega líka bara, kennarinn sem kennt þetta fyrir okkur sagði að það væri bara taka hlutinum rólega og ekki vera að hrífa sig í gegnum allt. Og þetta heitir náttúrulega Sit and Slow sem þýðir bara rólega eða rólega bæri eða eitthvað. Þetta í rauninni bara hugmyndafræði sem maður þarf svolítið að taka bara inn í andardráttinn og við þurfum bara alltaf að vera gestur í sinn. Það er ekki hægt að segja bara við krakkana eða fólk bara ok, nú ætlum við að vera gestur í sinn í viku og þá er bara hægt að setja X á það. Heldur er þetta bara ný gildi og svona sem við þurfum að tilengja okkur. En ætlum við ekki okkur fund? Ég held að Mikael veit ekkert hvað við ætlum að gera. Við ætlum að fara á sniglafund. Ætlum við að fara á sniglafund? Hvað ætlum við að gera, manstu, Pétur? Smá. Við ætlum að fara á fund. Og hvað gerir maður á fundi? Talar eitthvað. Talar og hlustar. En á morgun líka þá ætlum við að fara á fund og alveg eins og Freyja sagði, við ætlum að hitta mann sem heitir Páll. Já. Og hann þekkir rosalega mikið Snigla. Snigla. Þetta er þessi sniglafræðingur. Já, Tittasló. Tittasló, er það ekki? Og við höfum verið ótrúlega heppin hér, í þessu litla samfélagi þá eru 110 börn 16 ára yngri. Þannig að við erum rosalega rík þegar kemur að því og ég held að verið hitti fyrir að þá vorum við með hæsta hlutfall barna í leikskóla á landsvísu per íbúa. Og það er náttúrulega ríkidæmið okkar sko. Það var við gerð skipulagsmála og deiliskipulags eða aðalskipulags á Djúpavogi og Djúpavogshreppi sem var unnið af teiknistofu Guðrúnar Jónsdóttur og það er í þeirri vinnu sem hugmyndin af Sitthærsla kemur fyrst til. Það er Páll Líndal sem er umhverfissálfræðingur og starfsmaður þarna inn í þessu ferli sem kynnir Djúpavogshrepp svolítið fyrir þessari hugmyndafræði og veit hver hún er og fannst hún ríma mjög vel við það sem var verið að gera. Og Páll Líndal hefur svo komið reglulega til okkar og hitti leikskólakrakkana og kynnti þau aðeins betur fyrir þessu og aðeins að athuga hvernig staðan væri á skilningnum hjá þeim. Munið þið hvert við erum að fara? Já, Ég heiti Ásdís. Eru þetta krakkarnir í 3. bekk í grunnskólanum? Nei. Öðrum bekk í grunnskólanum? Nei. Við erum ennþá í leikskólanum. Er þið í leikskólanum? Við erum á svona. Þau voru Sniglasérfræðingur. Sniglasérfræðingur. Þetta er íslenski fáninn. Þetta er fáninn hjá Djúpavogshrepp. Já. Þetta merki Djúpavogs. Og þetta er merki Sitthærsla. Hérna sáum við snigilinn. Hérna stendur Sitthærsla, Djúpivogur, stuðningsaðili og local support fyrir þá sem fyrir útlendingana. Allt sem þetta hringla er
Sittaskló, Já, það. akkurat. Hérna er Ísland og hérna sjáum við allan heiminn og við erum sérst í samtökum með fólki í fullt af öðrum löndum. Ég tek þess að við sem leikskólastjóri í ágúst 2015 og þá er byrjað að tala Sittaskló en innlengin er ekki svona byrjuð. Það er ráðin starfsmaður hérna inn sem er stuðningur og hún er part og degi verkefnastjóri Sittaskló líka. Fyrsti verkefnastjórin sem er að undirbúa sem heitir Bryndís Skúladóttir. Við sem sagt gerðum svona hugarkort sem að var eiginlega að hugsa til þess að við myndum fá bara að finna og fatta hvernig Sittaskló væri sjálf. Þannig að við byrjuðum á því að nota rauða litinn og spurðum krakkana hvað þeir vissu Sittaskló og þau sem sagt sögðu að það væri snígill eða sniglar og færi hægt og að þau ætti að labba gangstéttum og göngustígum. Síðan fórum við að hittum Pál og fórum aðeins að læra meira þetta verkefni og þá kom þessi svarti litur sem að segjum að kom í ljós að þau þurfti ekki bara að fara hægt heldur máttu líka hlaupa og þau máttu fara hratt og snigillinn væri appelsínugulur og það verið með mörg hús á bakinu þá náttúrulega lærðu þau þetta merki. Við værum, þegar það væri dótadagur í leikskólanum, þá væri það rosalega mikið í anda Sittaskló, þar sem við værum að lána dótið okkar og við værum að flokka pappír og plast og fleira og við komum staðið að það væri búið til á Ítalíu. Síðan bættist við að það væri að njóta lífsins, að hugsa vel jörðina og láta okkur líða vel. Og upp úr því förum við svona að kíkja hér hvað við þurfum að gera til þess að geta orðið Sittaskló í leikskólanum. Við erum grænfánaskóli þarna og eins og í dag og þannig að grænfáni og Sittaskló er náttúrulega bara haldist í hendur sko. Þetta passar svo vel við hvort annað og passar svo vel við líka aðalnámskrá leikskóla, þar sem er talað sjálfbærni og líðheilsu og líðan og jafnrétti sem er náttúrulega bara Sittaskló. Í leikskólanum finnst mér svo yndislegt og sérstakt hvernig krakkarnir eru kornung geta byrjað alveg insárs og alveg bara frá þeim tíma læra þau að flokka og þau eru með í því og læra þetta eins snigilinn og Sittaskló og þannig sem er kannski svolítið flókið fyrir þau svona lítil en bara það að vita að rusl er ekki bara eitthvað sem fyrir einhverja tunnu og ekkert meir heldur hvað gerist svo eitthvað sem ég lærði alveg vandræðilega mikið eftir 20 og þau eru þarna pínu lítil að fá að setja í réttu tunnurnar og fylgja því eftir. Má fara hratt í Sittaskló eða ekki? Sko, ég sagði krakkan í gær þegar þið spurðum að þessu að Sittaskló er eiginlega bara að segja okkur að fara varlega. Það má alveg fara hægt en best er að fara bara svolítið varlega horfa vel í kringum okkur, horfa í allar áttir, sjá hvað hvort það er bíll að keyra eða einhver annar lappa eða eitthvað. Bara fylgjast vel með og fara varlega. Við erum eini Sittaskló staðurinn á öllu Íslandi en kannski einhvern tímann þá getur við verið svona vinabæir við einhvern annan bæ á Íslandi. Getur við Reykjavík eða Akureyri eða eitthvað. En hvað ætla að gera með bollum? Bolla mömmu og pappa. Bolla mömmu og pappa. Og ég ætla að byrja að bolla ömmu og afa. Já. Amma bollar mikið, þá fær maður kannski 10 bollur. Heppin, það eru svo góðar. En svo bjuggum við til bollunum úr hverju? Pappír. Og svo vorum við að flokka pappírinn og setjum hann í réttan flokk af því að við erum að passa umhverfið. Já, og við erum líka að læra rusl. Já. Það er hluta Sittaskló. Í Sittaskló. Má blanda saman pappír og plasti? Má setja saman kassa?
Ekki? Nei, ok. Já. Það er bara blendaður fyrir ruslabíli sem kemur þarna. Já, ok. Eins og Antek er frá Póllandi, Gabnu er frá Honduras, Honduras og hér er frá Ungverjalandi, svo Martin er frá og Marjón frá Fílipseyjum, Mark frá Fílipseyjum, svo Kuba frá Póllandi, Fabian frá Póllandi og svo ég er líka frá Póllandi. Ef það myndi bara vera foreldrar sem krakkar í skólanum sem eiga foreldra sem fæddust hér, þá myndi bara vera 6 börn og 3 kennarar. Já, þetta er svona á meðan allavega erum við að byggja nýtt rými. Þá er ég hér svona að mestu leyti. Ég kenni sko listgreinar í þennan skóla, smíði og myndmennt. Kannski 2 jökkum eins og maður segir, af því ég er aðstoðarskólastjóri í hlutastarfi líka. Þannig að ég kom kannski líka aðeins að þessu svona með stjórnundum í upphafi. Sko við vorum í raun og veru alveg sitt að sló fyrir, skiljið. Það bara að ganga til liðs við þessi samtök, það bara gefur okkur svona eitthvað regluverk sem hægt er að fara eftir. Og það svona bara hvetur okkur til að staldra við og hugsa, sko, þú veist, erum við á rétti leið, en æði ekki bara alltaf áfram. Þannig að, sko, í raun og veru þá myndi ég segja að, flest allir hérna á Djúpavogi þurfti ekkert að breyta neitt miklu til þess að verða sittasló, skilji. Og við þurftum ekkert að kannski að breyta mjög miklu, við erum búin að vera að kenna úti, sko, þú veist, ég var að kenna svona líka í öðrum skóla í Reykjavík, sko, sem ekkert sittasló. En með því að innleiða þetta og taka þetta markvisst inn og tengja þetta hæfniviðmiðum, þá svona, þú veist, þetta er svona eins og reglíf. Við höfum eitthvað svona til þess að við getum stundur að staldra við og sagt, nei, þarna ef við gerum þetta. Tek sem dæmi sem langaði mér rosalega mikið að fara með nemendur og við ætluðum að senda flöskuskeyti. Við vorum komin á staði þeirri pælingu þegar við fórum að hugsa, er það góð hugmynd að fara bara með 20 plastflöskur og henda þeim í sjón? Getum við ekki fundið eitthvað aðra leið til þess að vera í, þú veist. Það er svona ýmislegt, þetta bara fær mann til þess að staldra við að hugsa. Er betri leið? Í þessum fjöru fundum við bara allt þetta í henni 1 fjöru. Bara í fjörunni fyrir neðan. Ég var að massa þetta Við komum með 2 kjóla, 2 pils og... Hvert eru þið að fara? Ég veit það ekki. Til Orvieto. Á Ítalíu. Við erum að fara í samvinnu við skóla í Orvieto. Hitta krakkana og svona... Vegna Sittaslo. Við erum eini bærinn í Íslandi sem er Sittaslo. Þetta verður þetta bara svona eins og almenn skólaferð er, bara klikkað, sko, ógeðslega gaman og ógeðslega erfitt og allt í bland. Það sem er svo frábært samt með þessa krakka eru alveg einstök, sko, er að þau eru alveg upp á þessum litla stað í þessu örugga umhverfi og þarna eru við bara á leiðinni á Keflavíkurflugvöll og Orvieto og svo meira sér til Rómar og þau lærðu rosalega margt á þessari ferð og sko sýndu það bara hvað þau eru góð í gegn, sko. Og fengu líka bara fullt af pizza og pasta og þá var allir kátir, sko. Það var svolítið gaman að því. Þau kunna gesturistinu þarna og við, það er svolítið fyndið að fyrsta sem allir hugsuðu bæði þegar við fórum sem kennararnir, það var tekið þvílíkt vel á móti okkur og þegar krakkarnir komu, að þá fór maður strax að hugsa, hvernig er við að toppa þetta? En svo aftur okkur að því að þetta er ekki keppni. En krakkarnir sögðu það nú sjálf bara að þau upplýðu þessu svolítið eins og þau væri eitthvað íþróttahetjur. Mér finnst þessu sem landsliðið. Af því að þau mættu þarna, þau voru litlum buss og út og það var bara allur skólinn út á plani búinn að handteikna einhverja fána, æfa einhver söngatriði og spiluðu á flautur.
og þetta var algjörlega trillt. Þau auðvitað vissu ekkert hvernig þetta haga sér, eðlilega. Svo haldin ræða og ég held nú að þetta væri nú, þú veist, almálið. Og heldur ræðu, þau erum búin að æfa sig að taka mót okkur og bjóða okkur velkomin. Welcome, Ísak. Og þá hefst bara eitthvað svona serimónía þar sem að þau nafngreina alla krakkana og svo átti hann bara að ganga og taka móti gjöf og þá auðvitað fór ég að háskæla. Ég reyna að halda á myndavélinni eitthvað og ekki nóg með það og svo bara stóð allir upp og þá byrjaði að dansa og syngja ítalska Eurovision-lagið. Og krakkarnir okkar auðvitað tóku vel í það og voru með og þannig að það tekið vel á mót okkur. Það ekki hægt að segja annað. En krakkarnir fengu ofsalega góða upplifun og lærðu ýmislegt og voru kynnt fyrir fórum til dæmis og hittum leirlistamann, þannig að þau voru svona að reyna að sýna okkur einmitt innviðina sína og í leiðinni að kynnast menningunni og svona hvað er að gerast hjá þeim og tókum þátt í Rósahátíð sem er alveg einmitt fyrirbæri sem foreldrafélagið stendur fyrir upp á klettinum og krakkarnir voru saman að búa til eitthvað listaverk sem var svo opinberað á hátíðinni og það gert eitt svoleiðis á hverju ári. Krakkarnir okkar fengu semst að vera með í því. Samgönguleiðir Djúpavog. Bláu línurnar eru hjólaleiðir og göngustígar. Þú getur leigt hjól og alls konar einhver tæki hjá kirkjunni og skila því hjá búðinni og endanum á Hafsmynni. Síðan ferja sem gengur frá Djúpavogi til Karlstaða, Karlstaði til Djúpavogs, Karlstaði til Papeyjar og Papey til Djúpavogs. Síðan á milli Djúpavogs og Karlstaða á að vera svona lítil eyja sem litlu krakkarnir vildu hafa svona skemmtilega eyju til að leika sér, svona hoppakastana. Svo koma stjórnendur til okkar frá Ítalíu og þá sá sem yfir Sittaslow bara global. Hann með aðsettur þarna í Orvieto þar sem við fórum. Hann kom með. Hann tengist í raun og veru ekki kannski skólavinnunni en hann var bara svo spenntur yfir þessu að þarna væru bara nokkrir skólar að grípa þetta. Þannig hann kom með og það var stofnað formlegt svona Sittaslow Education svona ángi af Sittaslow sem þá bara það bara í ferli. Þú veist svo sem ekkert gerst eitthvað rosalega hratt en það á þetta ekkert að gerast hratt. Ég var kennari hérna fyrir árum og kom svo inn í þetta starf núna í haust og tek þá við þessari góðu arfleið fyrirverandi skólastjóra og þá í því hlutverki að halda áfram að innleiða Sittaslow inn í skólastarfið. Við höfum ekki gert stóra breytingar á innihaldi náms. Nú þegar, og hefur verið síðust árin, að það er alveg prjónað inn í námsgreinar ákveðin svona gildi Sittaslow hugmyndafræðirnar og þannig að við höfum alveg verið að vinna eftir þessu en núna erum við að taka svolítið skýrari skref. Við erum að taka alla okkar skólanámskrá og við erum að taka viðmiðin sem fylgja Sittaslow hugmyndafræðinni og við erum að prjóna þau alveg inn í námskrána. Þannig að það verður mjög skýrt með hvað hætti við vinnum með Sittaslow hugmyndafræðina og áherslur inn í hverjum árgangi fyrir sig, til dæmis. Og svo höfum við tekið þau skref innandyra bara varðandi skipulagið að starfsfólk hér hefur svigrúm til þess að taka sér time out á lélegri íslensku, ég veit ekki hvað ég að segja, taka sér hlé taka sér hlé frá vinnu og fara út og ganga eða fara út í íþróttahús og hreyfa sig. Þetta er leyfilegt á vinnutíma upp að vissu marki og við erum líka innlega það að við byrjum alla fundi sem við erum saman á slökun. Þannig að við svona kjörnum okkur svolítið saman áður en við förum inn í fundarstörf.
athyglinni af fótunum og öllu því sem þú finnur fyrir í fótunum á þessu augnabliki. Finndu fyrir tánum, hælum og öllu því sem fæturnir eru í snertingu með á þessu augnabliki. Jæja, maður verið að hringja. Rólega bara, flott. Takk fyrir. Ég geri þetta bara reglulega og bæði til þess að vera sýnileg og til þess að kynnast krökkunum líka. Þetta, maður byggir upp svolítið traust líka með því að mæta á svæði. Fyrst í haust, þá mætti ég í skólan, skildi tölvuna eftir inni og labbaði upp og ég á svona hugleiðslu stað þannig hinum megin. Og byrja bara daginn þar og bara sólinn kemur þarna upp, þetta er hrikalega rómantískt en þetta er svona sko, ég sit þarna, sólinn kemur upp og maður bara andar að sér heiminum í svona 10 mínútur og þá er bara alveg sama hvað gerist yfir daginn sko, maður er bara jartengtur og já, og líður vel. Við erum að æfa okkur að anda og slaka á og svona horfa inn á við og ég held að smátt þá muni það skila sér bara svona inn í rólegra andrúmsloft í skólastarfinu. Og þegar við náum svolítið góðum tökum á þessu sem einstaklingar þá getum við farið að kenna krökkunum. Þau eru mjög móttækileg og þannig að ég er hrikalega bjartsýn. Það verður æðislegt og er æðislegt. Og við nýtum okkur klettana svolítið og í kennslu og náttúrulega meira kannski haustin og meðan ennþá í gróður og svo vorin aftur og hér eru litlar tjarnir inn á milli. Og skógur, það er aðeins vísir skógur, það myndir nú enginn segja skógur aðrir en við Djúpavogi, þetta er trjálundur en þetta er eitthvað sem við höfum plantað og munum og nýtum í náttúrufræðikennslu og svona. Og þarna langar okkur svolítið að bæta við svæðis að það sem við getum kallað svona úti kennslusvæði. Þetta er bara svona drauma skólalóðin sem okkur langar að við erum með körfuboltavöll upp á þaki og við erum með aprólu sem okkur langar að svara mikið að fá og síðan erum við með veg bara fyrir svona kassabíla eða ef við kemur hjól í skólan þá erum við að hjóla á veginum eða eitthvað og síðan er bara rosa mikið leikfimum sem okkur langar að fá eins og þetta og eitthvað. Já, síðan erum við líka að rækta grænmeti í gróðurhúsi með grænmeti og síðan er bara hægt að setjast hérna og bara borða grænmeti eða spjalla eða spila og já. Og síðan hinum megin, það er svona myndmenntarsvæði, svona ef maður vill mála eða eitthvað þannig. Já. Við erum nokkrar sem hittumst, bæði við og svo er eldri borgarastarfi líka sem hittist. Saumar poka úr afgangsefnum, við fáum mikið úr Rauða krossinum. Tökum við efni, gardínur og rúmföt, saumum poka. Og það eru pokar niður í búð og bara þar sem fólk kemur saman. Og fær lánað, þannig að þú ert ekki með plastpoka. Svo bara ferðum við pokan og skilar honum aftur og þú ert búin að nota hann. Í heimilisfræðinni þá lætur hún þau búa til poka undir það sem þau fara með heim úr blöðum, pappír, bara límir saman eða heftar. Þannig að þau eru aldrei með plastpoka. Við erum að reyna að nýta allt sem við getum nýtt. Við erum svolítið mikið í því að reyna að nýta það sem við getum. Ég er að kenna texti og við til dæmis notum gall. Afganga og það sem við klippum af efnum og við setjum það inn í púðuna í bíl sem við gerum svona. Og þau eru mjög hrifin af brokkoli og finnst brokkoli mjög gott. Þannig að við ákvaðum að prófa að rækta okkar eigið brokkoli. Svo kemur í ljós í haust hvort að það hafi tekist. En það er allavega líf þarna og útlit fyrir að það sé eitthvað að gerast. Þannig að vonandi fáum við brokkoli. Við getum elda okkar eigið brokkoli í haust. Þeim finnst agalega og það er alveg keppnum að fara á vökva og
maður þarf svona aðeins að passa þegar við erum að taka arfan sko, að þau sé ekki að taka allt hitt líka. Það getur verið svolítið erfitt því þau eru svo æsti að taka þátt í þessu með okkur. Við vorum komin langt á veg með umhverfisvitund og flokkun þegar við byrjum í Sitthafsló út af því við erum grænbannaskóli. Þannig að okkar svona í stýrihópnum hugsuðum við það í byrjun að við myndum aðeins svona bara fara eða aðalnámskrána og hugsa, ok, hvar er Sitthafsló þarna? Hvar er Sitthafsló þarna? Og Sitthafsló er náttúrulega bara í öllu. Það er náttúrulega bara svolítið þannig. Sitthafsló hentar alveg rosalega vel, sérstaklega inn í leik- og grunnskóluna og það er svo mikilvægt að byggja á bara, grenndarkennslu og að þekkja umhverfi sitt. Því að þannig lærum líka bara virðingu fyrir náttúrunni sem er í kringum okkur og metum betur lífið. Þetta er sem sagt pókarnir og það við fengum bara gemis fullt af nærbólum sem við síðan saumum bara saman við endan. Þetta er eitt saumur og svo eru bara nærbólarnir en þetta var allt nærbólir sem annars hefðu bara farið bara í Rauða krossin sem fólk eða í ruslið sem fólk var að henda. En það er þetta mjög skrautlegi pókar hjá okkur og mjög flottir bara. Og svo eru þeir bara merktir og hvert bara skrifa hvaða barn fer með það heim. Þannig að það eru notaðir aftur og aftur og aftur og aftur. Og þetta eru margir af þessu pókum sem byrjuðu fyrst 2016 sko. En það er notkun, af því þeir eyðileggjast náttúrulega ekki neitt. 1 year ago, we started with this tank top, and they're just sewing on the bottom, and we use it for... These are bags. Yeah, if they have wet clothes or something. We don't, and then recycle it. Þau sungu á ítölsku. Og svo Þá var bara matur úr héraði í matinn og við buðum í hádegismat og við gáðum Beru sem er tröllkonan og þau fengu hana með sér í skólan út og svo gáðum við hádegismat. Við tókum á móti þeim og gáðum glænýja ýsu, sáðna ýsu, kartöflur og gulrætur og nýbakað rúgbrauð. Sem nú bara með í vinsælasta í leikskólanum. Blessa rúgbrauðið. Og þeim fannst þetta alveg rosalega gott allt, sögðu það allavega. Þannig að þetta var bara, smjörið var ekki hérna, það var eiginlega eina. En allt annað var hérna og þeim fannst það alveg stórmerkilegt og fannst þetta allt svo gott og svo frábært og bara átti ekki til orði yfir öllu. Þau sátu með börnunum við matarborðið sem okkur fannst svolítið, það gerum við, okkur fannst svolítið svona áríðandi að þau myndi líka upplifa hvernig þau fengi sér og þau myndu sjá hvernig það færi fram. Að því matmáls, þá vorum við náttúrulega búnar að vera úti og sáum að matmálstímarnir þar eru allt öðruvísi. Þar er reglugerðin, ítalska reglugerðin alveg í bara hávegum höfð sko. En hjá okkur, þess að langaði svo að við upplifa okkar frjálsræði með matartímana. Hvernig bara niður í 3 ára þau skammta sér sjálfa diskinn og bara eru sjálfa að reyna að skera niður og gera allt sjálf og þau voru alveg, fannst þetta alveg frábært og ég held að þau hafi upplifað þetta sem mjög skemmtilega stund sko. Skemmtilegan matartíma með börnunum. Það sem að okkur fannst sko, við vera svo rosalega upptekin af, að við værum ekki að gera nóg, en þegar við fórum til Ítalíu þá tók ég alveg eftir að við vorum bara að gera fullt. Maður bara áttaði sig ekkert á því að við höfum bara alltaf verið að gera þetta. Og að við ættum bara aðeins að draga djúpt andan og taka því rólega því við værum hvort að gera þessa hluti. Við erum að fara í gönguferði, við erum leggjum mjög mikið upp úr bara að gera sjálf og vinna sjálf, nýta hluti, rækta hluti, okkur þykir rosalega vænt menningun okkar, sögun okkar. Krakkarnir, sko, ég veit ekki
hvernig þið upplifið að þau komið hingað hvort að krakkarnir séu óbúslega meðvitað að þau séu sýktasló, en þegar þið spurðið þau út í ýmislegt eins og bara umhverfisvernd og annað, þá er þetta svolítið mikið í þeim, skiljið. Þetta er endurvinnslutúna. Maður á að flokka ruslið og setja það á sinn stað. Og svo setjum við það ekki út í náttúruna. Það er ekki gott, vegna þess að þá er jörðin okkar ekki hrein og fín. Við reynum að klára eiginlega allan mat, en ef við klárum hann ekki, þá spurgum við. Þá spurgum við hvort svona, vilt þú eiga matinn? Nei, við spurjum konuna hvort við megum leyfa. Já, og hún segir eiginlega alltaf já, nema við reynum að klára. En ef að maginn okkar er bara springitætlur, þá bara hættum við að borða. Leik. Í meðlunum í skólanum þá erum við að passa upp á að við séum ekki að sóa miklu mat, þannig að þau vikta alltaf hversu mikið við leyfum eftir hvern mat og ef við erum að leyfa of mikið af einhverjum ákveðnum mat þá skammta þau svona og segja okkur að fá ekki of mikið og þau er alltaf svona að láta okkur vita ef við erum að leyfa of mikið eða ef við erum að fá of mikið. Ég hefði aldrei komið á Djúpavog fyrir 2015. Maður hafði einmitt heyrt af þessu sittastló, þessari hugmyndafræði og hún heillar. Við vorum þetta margar ástæður fyrir því að við ákváðum að láta vaða. Við vorum til dæmis nýorðnir foreldrar, áttum 8 mánaða gamla stúlku þá og ég fann það svolítið að maður var strax byrjaður að reyna að púsla þessu fyrirfram, fæðingarorlofið langt frá að vera búið en ég var samt og við farin að hugsa það út hvernig þetta ætti alltaf að ganga upp. Ég að vinna út á Granda búandi lengst upp í Kópavogi og það var ekki leikskólapláss fyrir en ég veit ekki hvenar og þá átti afinn að taka 3. daginn og 5. dag eftir hádegi og svo var púslið hafið og þetta myndi og hefði alveg gengið upp af því við hefum góða að en þegar að þessi hugmynd kom upp, fara bara í sveitina, þá heillaði það einhvern veginn töluvert meira. Ég fann svona pressuna bara sem ung kona og ung móðir að maður átti svolítið að vera að gera allt. Við erum að eignast þarna fyrsta barnið okkar en líka að leggja fyrir til að eignast fyrsta heimilið og ég átti svona, fannst ég samt svona svolítið lélega að vera ekki að opna heimasíðu eða fyrirtæki eða skrifa bók á sama tíma. Það var einhvern veginn allt að gerast og allt fyrir 30. Og mér fannst þetta ekki alveg ganga upp og einhvern veginn allir á þeytingi og klukkan var 6 og enginn komin heima því að þá eftir að fara í búðina og ég var ekki alveg tilbúin að drekka hana Kool-Aid sko. Og þannig að við hugsuðum bara, við prófum þetta bara og í versta falli þá kemur við bara aftur heim suður og við ætlum bara að prófa 1 ár og nú eru árun orðin rúm 4 og við erum bara búin að kaupa okkur hús og börnin orðin 3. Þannig að ég er skítrædd að þau losna aldrei við okkur sko. Einu sinni þegar ég var að koma heim þá var annar strákurinn minn sennilega svona 11 ára. Hann og vinur hans voru með mér í bílnum og stelpa mín 34 ára. Og þau voru allir eitthvað svo glöð og strákarnir eitthvað hlæjandi og Hlíf mín bara að vera lítil 30 ára stelpa og svo komum við heim og þeir voru svangir og hún biður mig að koma með sér út að labba með hundinn. Og ég sagði nei, Hlíf mín ég þarf að fara inn og ég ofta að vinna mér og þú veist eitthvað svona og hún alveg suðaði og ég sagði mér ok, jú, ég ætla að fara. Þannig að við fórum og náðum í hundinn og hann var þvílíkt glaður og við löpum upp fyrir húsið og hausinn á mér var ennþá bara ég glemdi að senda póstinn og ég átti eftir að þetta og hvernig ætli ég geti nú gert hitt og þetta og hún er eitthvað skottast að undan mér og segir svo mamma, þú ert að koma og gera eins og ég. Ok, segi ég og hún finnur einhverja spýtu og er eitthvað að leika við hundinn og ég lufsast þarna eftir þeim og svo allt í einu stoppar hún og stendur svona fyrir frá mig og horfir á mig og segir mamma, stattu kyrr, lokaðu augunum og andaðu.
og ég bara svona fraus og gerði nú eins og krakkinn sagði, lokaði bara augunum og þú veist, það bara svona lag af mér stressið. Svo allt í einu fann ég, við stóðum svona lokaði augun og setti hún hendina í lófan á mér og svo stóðum bara þarna og svo bara tárin að renna niður kinnarnar á mér. Og fyrir mig, hvaða rugl þetta? Hvert ég komin? Það var sérst hérna sem við Hlíf vorum að labba og hún sagði mér standa kjur og anda. Það var akkurat hér. Rýmis í öldun. Og það alveg sko fólk sem hefur valið að koma hingað af því við erum Sittaslow, af því þá er þess að búin til vettvangur hér til þess að sinna því sem að Sittaslow stendur fyrir, eins og til dæmis þessum slow food pælingum. Við erum að reyna að fá þessa kistu til að... Hér alltaf fullt af steikum, sko. Svo erum við með hérna grafna gæs. Árni, viltu ekki taka út af þessu? Eru þið búnar? Já, það eru farnar út. Við leyfum bara að fara út eða gott veður, sko. Þegar eru búin að éta, fara það bara út. Svo erum við bara með nokkra hænur hérna, strókar. Við verðum bara þá sjálfbára á egg. Við verðum nokkra landnámshænur. Þá fóðum við eitthvað, við verðum að fá okkur 7-8 egg á dag. Og bara verður að gefa þetta, það alltaf mikið. Þessi egg minni, það að því þetta yngri hænur sem við fengum núna í sumar, snemmi í haust. Og þetta frá þessum sem eru rúmlega áskamlar. Þannig að þær eru ekki farnar að verspa alveg. Já, ég er búin að vera í slow food samtökunum í 10 ár. Þannig ég þekki vel til hugmyndafræði slow food, þannig að þegar við vorum búin að ákveða að kaupa jörð hérna og ég heyrði að þetta væri Sittaslow bær, þá er þetta náttúrulega bara engin spurning að ákvörðinu var rétt, sko. Þetta er eini Sittaslow bærin og... Því hugmyndin er líka að nota þá, skilur við þurfum kannski ekki að gera allt sjálf, sko, en það er að skipta við hinna, bæina og samfélagi hérna í kring. Eins og ég sé, nýta tækin frá öðrum, við verðum aldrei kannski með eitthvað stóran búskap. En það er þá engin ástæði við eigum öll tæki og tól til að gera rúllur eða hvað það er, skilur. Þetta er bara að fá þetta hérna hjá nágrönnunum. En slow food er bara hreinn, sanngjarn, heilnæmur matur, þar sem er verið að einblína á staðbundin hráefni og matarhefðir og vernda það, í staði fyrir að stórfyrirtækin taki yfir og séu með einsleita framleiðslu af matvælum sem eru svona bara alþjóðleg og hafa ekki svæðisbundin uppruna. Og bragð, það, allir bananar orðnir eins og bragðið, allar gulrætur orðnir eins og sama litin, þetta er orðin svo mikil einræktun eða fjölbreytileikinn er orðin svo lítill í því sem við borðum. Já, slow food samtökin er náttúrulega Sittaslow, er bara verkefni innan vegum slow food samtakana, þar sem það á við bæjarfélög. Þú veist, annars sem er bara heildar hugmyndafræðina og svo Sittaslow verkefni eða svona vottun sem að samfélög geta fengið. Já, Týra minn, þú ert búin að fá fullt að borða núna og kannski gefa það smá vatn. Við nýtum slauginn fyrir hundana, slauginn af kindunum. Sko, það er alltaf fiskur 2 í viku, alltaf soðinn fiskur á þriðjudögum og annarkvort fiskréttur eða steiktur fiskur á 50 dögum. Og svo reynum við að hafa kjöt 2 í viku og svona eitthvað léttmeti 1 sinni í viku. Og það er yfirleitt á mánudögum. Eitt stór þáttur í Sittaslow er að búa til tækifæri þar sem fólk getur komið saman og það er mjög mikilvægt, sérstaklega kannski svona litlu þorpum og við setjum hérna upp árshátíð á hverju ári, alltaf í janúar en krakkarnir, allir nemendur í skólanum byrjaði að við förum í hugmyndavinnu og nú erum við til dæmis að fara að setja upp grís og þá er bara að fara í hugmyndavinnu og það er bara að horta á myndinu og skissa og rætt þetta frá öllum liðum að því þau eru náttúrulega frá 1. upp í 10. bekk. Það er náttúrulega svona mjög mismunandi hvernig þau upplifa að sjá grís, til dæmis í þessu tilfelli. Síðan gera allir nemendur ákveðna skissu og hvernig þau sjá fyrir sér leikmyndina og síðan verður einhver svona
veljum við það saman og nú til dæmis komin hérna hugmynd að leikmyndinni sem í raun og veru þá gerist grís á Djúpavogi og með öll okkar svona kennileiti, eða mörg okkar kennileiti svona bakvið og það bara búið að rugla þeim. Fyrst vorum við að vinna þetta á svona, þegar við byrjuðum, þá vorum við að vinna þetta á svona jarðvegsdúk. Þá þarf að panta hann að láta senda hann og allt þetta. Síðan fórum við bara að leita til fyrirtækja og núna í nokkur ár erum við búin að fá pappa hjá Búlastindi. Þeir fá svona risastóra pappaspjöld og eitt ári vorum við mjög heppin, þá skemmtist þarna bretti hjá þeim í flutningi. Þá áttum við alveg í heila leikmynd en við svo bara endurnýtum við það. Nú erum við til dæmis að endurnýta hérna. Þannig að verður sem sagt skólinn og svo setjum við Djúpavog á bakvið. Síðan hönnum við undir þetta, við erum ekki búin að ákveða hvernig það verður, en það verður hægt að snúa þessu á sviðinu og hinum megin er stelpuherbyggið þegar það gata eyrað á henni, sendi ég það. Grunnskólinn hefur tekið þátt í lista landamæra, verkefni sem hún hefur alltaf tekið svolítið vel að sér og krakkarnir taka þátt í og í kringum þessa innleiðingu og Ítalíuferðirnar okkar þá fóru krakkarnir sem fóru til Ítalíu, þau voru að búa sér til listaverk sem voru svona tengt Orvieto. Þessi bara fyrir hefði annars ekki Já, þetta náttúrulega allt það sem við erum að gera verkefni Djúpavog og Ítalíu eða Djúpavog og Orvieto. Ég að gera Sitthvassslóðsnigilinn og ég ætla að gera kalla eða krakka úr spýtiköllum sem svona leitt haldið í hendur og til að við erum öll saman í þessu og síðan á síðast krakkin hefur verið með ítalska fánann og síðast krakkin hefur verið með íslenska fánann. Ég ætlaði fyrst að gera kirkjurnar en það voru bara svo margir að gera það þannig að ég ákvað að gera eitthvað aðeins öðruvísi og komið með snigilinn í þetta, það engin annar með snigilinn þannig að mér langaði bara að gera hann og mér langaði líka að vinna með glerinn, mér finnst ógeðslega gaman að vinna með glerinn. Bara upp í smíðastofu, þetta allt afgangar af, þetta er kannski búið að vera frá því að smíðastofan byrjaði bara gler. Þetta er búið mjög lengi til og síðan bara sker ég þetta svona, klippi. Við höfum bara að hægja á okkur, lifa lífinu og njóta. Eins og snigillinn, hann nýtur hverja stund. Durskur. Það er líka krís. Þetta eru bara gamlar flíspeyssur sem við erum að nota og svona búða gerum við. Sýta rennbíla og sá að þetta er agalega fínt. Lista landamæra er listahátíð með áherslu á fjölbreytileika mannlífsins. Allir sem vilja geta tekið þátt. Á hátíðinni vinnur listafólk saman að alls konar list með frábæri útkomu. Það leiðir til fjölbreyttara samfélags og aukinn skilnings manna á milli. Lista landamæra var stofnað árið 2003 á Evrópuári fatlaðra og hefur verið haldin árlega síðan. Hátíðin hefur breyst og þróast ár frá ári og fleiri eru að vera meðvitaðir gildi hennar í listalífinu. Bæði þátttakendur og njótendur. Hátíðin hefur stuðlað að samvinnu við listasöfn, starfandi listafólk, leikhópa, tónlistafólk og fleiri. Með því að skapa vettvang, skapar maður tækifæri. Leiðir opnast, jafnvel inn á nýjar brautir og með því að kynna saman hópa og einstaklinga opnast alltaf fleiri og fleiri dyr og tækifæri. Lista landamæra er hátíð margbreytni og tækifæra og fyrir alla sama hvar á landinu þeir eru staddir. Ég held að pælingin hjá honum Pier Giorgio, framkvæmdastjóra Alheimssamtakanna, hafi svolítið verið svo að við þurfum að kenna börnunum okkar. Það er erfitt að kenna gömlum hundi að sitja og það á svolítið bara við okkur fólki líka að við sjáum það bara
hvað unga fólki í dag að koma sterkt inn og vill breytingar. Og hann áttaði sig alveg á því að við værum í okkar skóla að gera góða hluti og sá strax að við vorum búin lengi verið að vinna með svona áttagafræði og alls konar svoleiðis pælingar, þannig að við í rauninni tikkuðum inn í mjög margt sem er Sitthvangsslóð og þurftum ekkert að breyta mjög miklu. Þannig að ég held sko að þegar við verðum búin að þessi börn sem eru núna að alast upp og þau útskrifast, þau fara heim, kenna sínum foreldrum, svo verða þau stjórnendur, þau eru fara að taka við, þá held ég að við náum svolítið að koma þessu bara í andadráttinn, eins og ég hef sagt. Adesso vi facciamo vedere, prima di passare la parola a loro, un piccolo... Hello everyone, my name is Isak and this is Fanny. We are part of this group of kids from Iceland, Djúpivogur, that is one of the oldest towns in Iceland. Our town Djúpivogur is a small fishing village in the countryside and our population is just over 400 people. Djúpivogur is the only town in Iceland that is part of the Sitthvangsslóð organization, and it's taken us some time to realize what Sitthvangsslóð is really about and what it really means. We know that we belong to this amazing Sitthvangsslóð family. We put our nature in first place, recycling is important to us, and we live in the now, enjoying every moment. Our collaboration with Arieto and the fantastic people here, the schools and the incredible families has made this possible. We have felt like home from the very first time we all met. Except for all the sun, the amazing pizza and the heat, this really feels like home. Everyone has gone out of their way to make us feel comfortable, feel safe and welcome. This is exactly what Sitthvangsslóð is all about. Your hospitality is first and foremost what touches our hearts. We can learn from this, we can take this home with us and share this with our Sitthvangsslóð culture. Thank you for taking us in, thank you for showing us the true Sitthvangsslóð spirit, and thank you for being our friends. Thank you.